Við erum að kynna rannsóknir sem á vegum Landspítala í gegnum HR-kjarnan þeirra. Þessi það var með æxli sem þetta bláa. Það er búið að 3D-prenta módel út frá setjumynd og þá geta skurðlæknarnir æft sig að fara í gegnum þetta og sjá fyrir sér hvernig aðgerðin myndi fara. Hérna erum við að bara blanda saman mismunandi litum. Þetta er að kenna krökkunum að nota búbbulínur. Þá er að taka litina og færa og blanda saman vökunum og síðan erum við að pröfa vortexa þá. Við erum að reyna að kynna starfsemi Landspítalans fyrir bæði ungu kynslóðana og þá okkur sem eru aðeins eldri. Þá getum við aðeins tala við foreldrana og svoleiðis og sagt hvað við erum að gera. Við erum hér á ónæmisfræðideild og síðan erum við með meinafræðideildina, ESD, erfða og sameinda og náttúrulega rannsóknarkjarnan. Við erum að fá sem við krakka hérna ár eftir ár og kunna þetta og vita hvað við erum að gera og allan að sjá það að það er gaman að vinna á Landspítala. Er þetta ekki framtíða starfsmenni? Að sjálfsögðu, þess vegna erum við hér. Við erum erfða og sameinda læknisfræðideild og það sem við höfum verið að gera er að leyfa krökkum að búa til svona DNA helixa úr bara nammi. Og svo erum við rauninni bara að útskýra fyrir þeim að við pökkum öllu þessi DNA saman svo og í litninga og erum með litninga á gleri þannig að ég geta að sé það í smásjá. Þannig erum við bara vonandi að efla áhuga á erfðafræði. Þetta er bara mjög big hit, það er alltaf mjög lítið nammi eftir hjá okkur. Það er alltaf auðvitað fullt af vísindamönnum sem bara vinna mjög mikilvæga vinnu á Landspítalanum og gera alls konar rannsóknir sem er bara grunnur að alls konar bara því sem Landspítalinn er að gera. Og við erum líka með alls konar mastersnema og doktorsnema sem er að gera rannsóknarverkefni hjá okkur sem að tengjast á því sem við erum að gera. Við erum frá rannsóknarkjarnanum og það er blóðmennafræðin og klíníska lífefnafræðin. Hér erum við að skoða blóðið, hvernig lítur blóðið út og hvað er að gerast í blóðinu. Til dæmis með bara eðlileg blóðstrók sem er bara eins og alltaf að vera þegar allt er eðlilegt. Og svo erum við með blóðstrók þar sem sjáum það sem eru orðið ykkur ýmsir sjúkdómar eða kvillar. Og þá sjáum við allt öðruvísi mynd heldur en það sem er eðlilegt. Það er rosalega mikið vísindastarf á spítalanum. Hér erum við mestmegnis að kynna klínískt, það sem bara gerist þessu bara sjúklingar eru að koma í blóðpröfur, bæði sjúklingar sem eru inniliggjandi á Landspítalanum en líka bara af heilsugestum út allt land. Svo að sjálfsögðu líka mjög mikil vísindastarf. Það sem eru bara svona grunnvísindi og það er á öllum deildum, það sem eru nemar, mastersnemar, doktorsnemar og þetta er bara stór partur af framþróun í vísindum og spítalinn tekur stóran þátt þar. Hér er alltaf búið að koma gríðalegt magn af ótrúlega áhugasömum, bæði börnum og foreldrum, þannig að þetta lofar ótrúlega góðu, bara ég hef engar áhyggjur af framtíðinni.